Já, gott ráðsfólk og aðrir. Þetta eitrapeð. Það engin auðveld leið út þessu. Þeir sem að óska sér þess að það verði ekkert rifust kirkjumálin þegar við skilum þess að okkur. Ég veit ekki hvar þeir eru. Við munum engan veginn komast hjá því að þetta verður mjög heitt mál og það alveg sama hvaða leið við veljum. Ég fagna nú reynda tillögu Pavels að því lítið til að þarna komin upp valkostur í lögum á kveða stöðu, en athugi, stöðu, strax það. Stöðu, stjórn og starfshætti hinnar evangelísku lúthersku þjóðkirkju og þá spyr maður akkur ekki líka hinnar evangelísku lúthersku fríkirkju. Nú, eða væri það eðlilegt að stæði í stjórnarskrá að því að Pavel upplýsti okkur sem ég vissi ekki að kaþólska kirkjan, hún heitir hinn almenna kirkja, sem þá svipuð hugsun Pavel, eins og þjóðkirkjan, í lögum á kveða að kaþólska kirkjan sé hinn almenna kirkja á Íslandi. Þegar við lítum á það, að þá sjáum við að þetta dálítið sérkennilegt þó að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar sé í þjóðkirkjunni og ég biðst afsökunar á smá villu áðan. Evangelíska lútherska kirkja hefur verið við lýði á Íslandi í 461 ár en kaþólska kirkjan var fyrst ein í 550 ár og síðan hún búin að vera reyndar í 1011 ár. Þannig að við sjáum að ef við eigum að fara út í það hvaða kirkjudeild hefur í gegnum þjóðarsöguna orkað mest á Íslandi, þá það nú bara sennilega kaþólska kirkjan þrátt fyrir allt. Ég hef verið þeirra skoðunar að við eigum að reyna að losa okkur við það að í stjórnarskrá sé verið að binda eitt trúfélag einhvern veginn sérstaklega við ríkið, við ríkisvaldið. Það að segja, ég hef verið fylgjandi því að aðskilja ríki og kirkju. Ég skil hins vegar mjög vel rök Daggar Harðardóttur sem hefur komið hérna fram það að það þjónustan sem að kirkjan veitir út á landi. Þarna verðum við að huga að tilfinningum og hagsmunum fólks sem fjær okkur hér á suðvesturhorninu. En ég hygg reyndar að það eigi að vera auðvelt með þjónustu samningi ríkis og þjóðkirkju í þessu tilfelli. Eða búa til lögum það að ríki geti gert sérstaka þjónustu samninga við einstök trúfélög eftir því sem við á. Það mætti til dæmis koma með breytingatillögu Pavels að vera ekki að kveða neitt á stöðu kirkjudeildar. Mér finnst það vera úrelt, en það má kveða á þjónustu samninga við einstakar kirkjudeildir og þá náttúrulega gefur auga leið að kirkjudeildin sem með allar sóknarkirkjurnar út á landi í dreifbýlinu mun sjálfkrafa fá þá þjónustusamninga sem þarf að gera. Ég held nefnilega að það sé hægt að komast í gegnum þetta, en hvort að við höfum það í þessari atriðinu ég ekki vissum. Og við verðum bara að reyna að velja þá leið sem veldur minnstum látum en að ætla það að við getum komist eitthvað billega út úr þessu. Það mikil bjartsýni. Við verðum bara að taka þennan slag og ég hallast ennþá að því að við erum að láta vera valkostinn og ég minni á það að ef það í stjórnarskrá ákvæði að megi breyta einhverju með þjóðaratkvæðagreiðslu þá gildir það stjórnarskrá ákvæði en ekki endilega að það sé bara að taka lögin fram fyrir stjórnarskrána. Svo ég verður nú eiginlega andmæla þessum skilningi Andrésar vina míns. Takk.